Tórsegn, gjörðu svo vel. Já, kæru vinir, ég hef nú oft verið þeirrar skoðunar að það væri heppilegra að kannski breyta lögum og en ekki endilega að ná gegn lagabreytingum gegnum stjórnarskrárbreytingar, en ég hygg nú að ég sé kannski ekki meirihluta hvað þá skoðun mína varðar hér í ráðinu. Mér langar enga síður að beina því til þeirra sem hafa lagt fram þessar tillögur, hvort þeir hafi svona í hugalund hvaða lagabreytingar séu nauðsynlegar til þess að þau lög sem við höfum í dag standist þessi ákvæði og hvaða tilkostnað annan hið opinbera þarf að fara út í til þess að geta staðið straum af þessum kröfum sem lagðar eru upp með, eða hvort við höfum kannski ekki, menn það getur þetta verið að það sé erfitt að koma staði fyrirfram, en þá er það bara svarið. Nú, það segir upplýsingar og gögn í fórum stjórnvalda og ég hef nú í mínu störfum stundum líka þurft að afla gagna hjá hennu og opinbera og oft er það með þannig að sum gögn eru til í stórum gagnagrunnum þar sem það tekur kannski einfaldlega tíma fyrir opinberan starfsmann að afla þeirra og það kemur ekkert án kostnaðar, sko. Það þegar til dæmis einhver leggur fyrirspurn til fasteignaskrár hvað eru margar íbúðir, sko, sem uppfylla þetta og þetta skilir og voru keyptar á þessum tíma, það þarf einhverja starfsmaður að taka þær upplýsingar til sín og vinna úr þeim og skilja, þannig að það er ekkert eins og það geti alltaf verið ókeypis, og þá velti ég fyrir mig hvort að þeir nefndin hafi þá hugmyndum að þetta feli í sér skyldu hins opinbera að svara alltaf fyrirspurnum á borð við þessa og þá að slíkt svar geti ekki kalla á beiðni að greitt sé fyrir slíkar fyrirspurnir eins og þær sem ég lagði hér upp með. En þetta er svona megin spurningin sem ég ætla að byrja upp.